Herðu Jón, ef að bregða okkur aftur inn í nútíman og það nefnilega, sko, það kannski spurning hérna, laun hafa mikil áhrif núna ef við förum nú inn í hinn kalda veruleika að Seðlabankinn ákvaða að halda stýrivöxtum óbreyttum, verðbólguhorfur eru verri en þær voru fyrir einhverjum tíma. Já, það er og hvar eru við staddir? Er það launaþróun í landinu sem að kynda undir þetta? Hvað gæti sko, það virðist vera? Nú hef ég ekki tekið saman neina flokkana, sko. Ef þú tekur flokkana í þessum listum sem eru núna að ganga, þú tekur bara þennan flokk og berða saman við þeir helst sömu nöfnskilur bæði árin, en allavega Fortune tók alltaf bara, þegar þeir voru reiknut út, þá tóku þeir bara, svona voru 100 stærstu forstjórarnir, tekið þessu, og þeir höfðu bara þetta í laun. Og 100 stærstu forstjórarnir áður höfðu þetta í laun. Þetta er mjög sterkt, sko, svona indikator, eða að já, og þá bara segja þeir eru forstjórar, eru að hækka þetta 10% á milli ára, hæstu forstjórarnir. Og ég sá fyrir ekki að til dæmis tekjublaðið var að benda á að launaskrið meðal opinbera forstjóra. Það er, og opinbera starfsmanna. Já, og forstjórarnir sérstaklega til greintuðu og opinbera starfsmanna. Þar virðist vera launaskrið. Og viðskiptaráð bent mitt á þetta með að það er viðskiptaráð hefur núna sagt í 5 ár í röð og haft áhyggjur af því að það sé opinberi geirinn sem sé að tóku upp launin. Þannig á vissan hátt núna þegar fjármálaráðherra Daði Már Kristófersson að berjast núna við það að erfið fjárlög, það gengur hvorki né rekur. Hann að horfa fram á það að þetta getur verið erfitt að ná hallarlausum fjárlögum. Sko, eftir þessa ákvörðu núna Seðlabankans í vikunni í fyrradag, þá boltinn hjá ríkisstjórninni og fjármálaráðherra. Við erum komin inn í þetta skeið að það verðbólgu, hún er fastari fyrir og menn hafa nú verið að henda gaman að því hvað Kristrún Frostadóttir ætlaði að afgreiða allt með einföldum hætti að berja niður vexti og verðbólgu. Verðbólguna með sleggju. Já, með sleggjunni, en það að koma í ljós að það að ganga hægar. Og nú er það bara hvað þessi ríkisstjórn hefur mikla staðfestu í þessu fjárlagagerð núna, það sem að sko, tilhengin að gera allt fyrir alla, og mikið af sko þetta náttúrulega þessi endalösa krafa að fjárfesti í innviðum og ýmsu hinnu, en leið eins og þetta benda á verulegt launaskrið meðal opinberra starfsmanna sem náttúrulega stærsti kostnaðarliður hjá ríki og sveitarfélögum. Ég vildi bara fá að segja út frá hagfræðinni að ef þú ert bara með köku sem og ef að 60-70% af henni eru rauninni laun, það skiptist að þjóðatekjurnar skiptast á milli, að það sé svona röffli, það sé laun eða allavega neysla og fjárfesting. Þegar þú ert komið með köku sem 70% laun og ef að 70% hækka, þá alveg segir það sér sjálft að það mjög erfitt að það verði ekki verðbólga. Það bara kakan bólnar út vegna þess að stærsta elementið í kökunni að hækka, og ef opinberi geirinn að hækka í launum og dregur þá einkageirann líka upp vegna þess að menn segir, þeir eru hjá ríkinu farnir að fá þetta, þú fer bara inn þarna og segir, og ekki nóg með það ríkið hefur verið að draga til sín fullt af fólki úr einkageiranum og þá sérðu nú samkeppnishæfnina sem það Þetta kristallast kannski örlítið bara rétt vegna þess að Daði Már fjármálaráðherra, hann og menn hafa verið að tala það, þetta sé allt þetta sé fasteignamarkaðnum að kenna, þetta sé fasteignaverði sem að sé að koma inn í og haldi uppi þessari verðbólgu. Það náttúrulega ekki alveg rétt. Sá markaður hálfdauður. Já, en nota bene að þegar þú ert ekki með dauður markaður verið. Já, en ef þú ert með hátt íbúðaverð og þú býrð ekki til nýja lóðir, þú ert í einhverju þéttingastefnu, staðis að virkja og nema ný lönd einhver staðar. Hvað gerist þá? Það nákvæmlega það að ef að leiga á húsnæði hækkar, ef að leiga eða verða á fasteignum hækkar,
þá áttu erfiðar að mann borga þínar afborganir og þá ferðu til forstjórans í fyrirtækinu og þú segir við hann, heyrðu, ég bara hef ekki efnað að borga þessi lán, sko, ég verð að fá launahækkun. Þannig að það er ekki bara að fasteignaliðurinn að hann sé sem sagt ítjöndu verðbólgu bara svona beint, hann íti líka undir launahækkanir. Þetta er miklu stærra mál, þessi íbúðamarkaður, svo þess vegna hefur þjóðinni fjölgað bara 10.000 á núna örfáum árum sem er nú allt annað mál. Svo náttúrulega stjórnlítis fólki er þarna á kantinum, það byrja að tala það að fólk að veri skilda að íbúði sem er í Airbnb-leigu, þeim verði gerið torveldar að vera í slíku. Já, byrjar allskins stjórnsemi og miðstýring náttúrulega. Já, og síðan að sko að verði farið að setja þak á hækkun leiguverðs og þannig að stjórnlindisfólki býður þarna á kattinu. Mér langar að rétt að vitna í Þór Pálsson, fjárfestingarstjóra Sjóvár, sem að kom til mín daginn. Hann oft í hans orðum kristallast hlutinir. Hann segir hér, spár Seðlabankans framleiðslu spennu, vergalandsframleiðslu og launakostnað á framleinda einingu eru allar að hækka. Það verður að teljast ótrúlegt langlunda geð hjá honum að hækka ekki vexti. Seðlabankin hefur hingað til stuðst við spár í vaxtaákvörðunum sínum og þóst framsýn. Er það réttlætanlegt?